Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Þá komið að því að heyra í Helen Ólafsdóttur, öryggissérfræðing sem oft kemur hingað. Við ætlum að ræða þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna sem við svolítið verið að ræða við hinn á þessa undanfarna daga, enda þetta mikil tíðindi eins og sjáum á að fjölmjölum víða heim, þar sem að menn eru að reyna að glöggva að sjá þessu, reyna að meta þetta, hvað þetta umhverjulega, hvort það ég taka marka á þessu, hvort það ekki að taka marka á þessu. Ef við tölum bara framlagninguna sjálfa, Helen, hvernig á maður að taka þessu? Sko, fyrsta lagi kemur plaggið ekkert óvart, það eitt. Þetta ósköp svona bara í takt við Trump, þetta fullt af mótsögnum og svona tilbúningur líka dálítið mikið og það svolítið erfitt að taka marka á einhverju plaggi sem byrjar á því að búa til einhverja narratífu sem að stenst ekki. Þannig þetta svona bara í takt við brjálæði Trumps og hans svona nálgun sem að stunda svona eitthvað chaos management eins og ég myndi kalla það og svo þetta plagg skrifa núna hvað veit maður hvað verður á næsta ári. Þú veist, þetta ekkit endilega langtíma stefna Trumps, hann getur breytt skoðun á morgun. Já, en ef maður myndi reyna svona flokka það, þá sumt af þessu eru kannski fyrirsjáanlegar áherslubreytingar í öryggisstefnu Bandaríkjanna eins og aukin áherslu á Ameríkurnar sem maður hefur séð alveg þau sjónarmið að þau hefur átt að hafa einbeita sér að því, ekki gleyma sér í Miðausturlöndum og Evrópu og þar fram til götunum, en sömundi kemur það ekkert óvart. Annað kannski kemur svolítið óvart að það blásið af svona línan í öryggismálum Bandaríkjanna sem að reis kannski hæst á tímum Bush yngri að það veri hlutverk Bandaríkjanna að breiða út lýðræði og vestræna stjórnarhætti í Miðausturlöndum. En það kemur fram í skýrslunni að þetta verði ekki gert. Það engin gildi sem að stýra bandarískri utanríkisstefnu heldur aðeins hagsmunir. Sömuleyti kemur þetta ekki óvart svona út frá Trump, en það samt svona svolítið sérstakt að sjá þetta á blaði. Það fyrsta sem ég myndi byrja á því að segja að gerum ekki ráð fyrir því, þetta stefnan hans Trumps, skilurðu. En vandamálið að þetta sett svona fram eins og þetta það búið að normalisera brjálæðið og við skulum átta okkur á því að allt sem stendur í þessari skýrslu, það sem talað það reyndar talað einhver ákveðin gildi, en það eru þeirra gildi, það eru magagildin að það talað freedom of speech, málfrelsi, það talað alls konar gildi, en þegar þú skoðar hvað að gerast heima í Bandaríkjunum, þá bara algjörlega allt á skjön við það sem sagt í þessu plaggi. Þú veist, það verið að hafa af fólki bara basic réttindi í Bandaríkjunum. Núna í stjórnartíð Trumps, til dæmis með ICE-löggunni sem að fer og treður svoleiðis á mannréttum bandarískra ríkisborgara. Þannig að plaggið gjörsamlega verðlaust nema þetta svona bara eiginlega kannski leggur bara blákalt á borð brjálæðið í rauninni. Og mér finnst ótrúlega merkilegt og það eins og ég segi, það búið að normalisera svolítið brjálæði Trumps eins og þetta sé einhver eðlilegur hlutur en þegar það eyða einhverjum blaðsíðum, fleiri blaðsíðum í að tala hvað ræðileg Evrópa en þú veist, það bara ekki einu svona minnst á þegar við erum að tala hvað það gömlu óvinina, þú veist, það Rússland og það Kína og Norður-Kórea og svona. Það ekki minnst á þetta og kaflinn Afríku eitthvað svona stór. Miðausturlönd það bara, já, við erum ekkert, bara það ekki lengur okkar hagsmunir að vera í Miðausturlöndum. Nú skulum við átta okkur því að ég alveg sammála kannski mörgu af því sem, en það sem á bakvið það heldur ekki hugsun sem að samræmist mínum gildum, skilurðu. En til dæmis þetta brölt þeirra í Miðausturlöndum og í Afríku náttúrulega þú veist, eitthvað sem að ég hef verið að krítisera meðal annars í þáttunum hjá þér, þessu heimsvaldastefna. Heimsvaldastefnan kannski bara að færast úr bara svona að vera pjúra hernaður yfir það að vera miklu meira einmitt svona neokolóníal, þú veist, þar sem þeir bara gera díla. Og við skulum gera okkur grein fyrir því að bara til dæmis varðandi Afríku, þeir eru ekkert farnir frá Afríku. Það þeir voru bara mjög nýlega með mjög stóra aðgerð í Sómalíu, þar sem ég að vinna.
þar sem þeir voru með síls bara á, þú veist, þar sem þeir bara fóru inn í landið og drápu fullt af ISIS hryðjuverkamönnum. Þannig að sko, ég held að við skulum ekki endilega ætla það að þó að þeir segist vera svona, þú veist, hernaðurinn þeir bara orðin hann orðin öðruvísi. Það það að þeir vilja ekkert endilega láta draga sig inn í einhverja langa eitthvað svona langt hernaðarbrölt eins og Írak og vera fastir í, en við skulum gera okkur grein fyrir því að þeir eru að nota dróna út alla Afríku og sprengja það sem þeir sýnist. Þeir gera það sem þeir sýnist. Þannig að þetta bara öðruvísi taktík. En það sem ég var að nefna var að á tímum Bush yngri þá var þetta látið líta út að Bandaríkin væru fórustusveit í lýðræðisríkja og mannréttinda í heiminum og var að breiða það út og þaðan sóttu þeir svona eiginlega réttlætingu á því að vera með afskipti, að þeir voru góðu gæðinir. En þetta svolítið flautað af, en það koma, eins og þú bendir á, það koma önnur gildi, það koma makagildin og þau eru skýrust í kaflanum Evrópu. Það sem verið að tala að Evrópa sé að tapa sér með því að viðhalda þessum, hvað ég segja, svona liberal gildum sem að Bush baðaði sig upp úr. En Trump segir hins vegar að Evrópa muni ekki ná sér nema að taka upp önnur gildi sem eru þjóðernishyggja, sem svona hvít yfirburðahyggja, andstaða við innflytjendur. Það eiginlega nýja línan sem kemur frá þessu gamla fórusturíki, stærsta lýðræðisríkinu. Akkurat, og þetta svo, sko, þetta mótsagnirnar aftur þarna, þess að þeir ætla ekki að skipta sér af innanríkismálum og setja það fram. En síðan eyða heilum kafla í það að tala það hvernig ætla að skipta sér af innanríkismálum í Evrópu og Suður-Ameríku. Vegna þess að, og svo sko spyr maður sig svolítið, ég svona varandi bara þessi gildi sko. Ég hef sagt og margir sem að deila því með mér að gríman einfaldlega bara fallin. Vegna þess að þessi sko eins og einmitt Trump, Bush yngri, þú veist, að fara þarna undir einhverju yfirskyni lýðræðishyggju og frelsis var náttúrulega bara tilbúningur. Þú veist, þetta var bara grótesk heimsvaldastefna skilurðu sem átt sér stað í Írak og á sömu leyti í Afganistan og víðar. Þannig að sko, fyrir mér sko, Bandaríkin voru aldrei góði gæinn. Þú veist, en þetta var svona bara eitthvað yfirskyn sem að þeir notu. Lýðræðið og réttindin voru heima fyrir í Bandaríkjunum. Þau voru það ekki í þeim ríkjum sem þau voru að íhlatast í. Þannig að fyrir mér þetta bara svona CIA og amerísk heimsvaldastefna bara blákalt núna. Þeir eru hættir að þykjast en þetta bara svolítið kannski aðeins þetta svona þessi umsnúningur varðandi hverjir eru þínir bandamenn. Það stóra málið í þessu, að Trump bara hreinlega að færa sig úr Evrópu. Þeir eru að draga heri sína frá Evrópu. Þeir eru í rauninni, það stóra kannski breytingin, hvernig þeir sjá Evrópu ekki lengur sem bandamann. En það sem ég myndi segja eitt og svo algjörlega trassa sko, tala niður hverja einustu alþjóðastofnun sem að, sko, og allt samstarf. Þannig að þeir eru svolítið, sko, það svo mikill hroki í þessu skjali, að þeir ætla bara að gera þetta einir. En veröldin virkar ekki svona. Þetta þar af leiðandi rosalega sko, naív plagg. Vegna þess að þú getur ekkert, sko, Ameríka getur ekki ein og sér bara vaðið áfram. Þú þarft bandalög og þeir eru ekkert að fara í bandalag með Kína. Rússland annað mál og skringilegra, en þú ert ekki að fara í bandalag með BRICS-löndunum. Ameríkanar með því að taka sig út úr Evrópusamstarfinu í rauninni að einangra sig svo rosalega að ég myndi segja að þetta myndi koma aftur í bakið þeim. Og svo þessi hvernig sýn þeirra á heiminn eins og hvernig hafa til dæmis í Miðausturlöndum að haga sér og annað. Að til dæmis bröltið í kringum Gaza og alltaf þykjast það eins og það hefur verið eitthvað vopnahlé. Það sem bara búið að selja í rauninni Palestínumennina bara undir Ísrael í þessu ekki einu sinni minnst á náttúrulega þarna. Og reyndar mjög lítið minnst á Ísrael. Það bara sagt Ísrael, þú veist, þeir styðja við Ísrael, en það kemur svolítið óvart að það ekkert mikið Ísrael þarna, sko. En ok, það sem svo skrítið það, þú ert að hafna þarna þínum svona tradísjónal bandamunum. Ég held að, sko, Ameríka ekki bara eftir að brenna sig á því að einangra sig svona rosalega, heldur líka, sko, stefnan þeirra sem þeir eru,
að sérstaklega í Miðausturlöndum núna undir Trump nota bene þar sem þeir gefa Ísrael algjörlega lausan tauminn. Þetta kemur í bakið á okkur öllum vegna þess að það er svo mikið óréttlæti í þessu brölti þeirra og þessari heimsvaldastefnu og hvernig Ísraelar haga sér að þetta er mjög líklegt til langs tíma til þess að leiða af sér uppreisna hópa og fleiri hryðjuverkasamtök. Það er alveg gefið. Svona óréttlæti en bara sko nálgunin á heiminn, hún er náttúrulega út frá Trump og hans makafylkingu en þú veist, mér finnst nálgunin á heiminn frá Trump séð meira að segja mjög naív, líka viðskiptalega séð. Þannig að þetta er mjög merkilegt. Þetta er bara, já, en mér finnst vera búið að normalisera fólk að tala þetta eins og þetta sé sko eitthvað eðlilegt plagg. Þetta er það bara engan veginn sko. Þeir sem hafa verið og mært bandalög við Bandaríkin eru í nokkru vanda. Sumir hafa verið að benda á að þeir sakni þess að þarna sé harðari afstæð gagnvart Kína, Rússlandi, Íran, Norður-Kóreu eins og var áður. Þú nefndir þarna Ísrael að það er ekki í kaflinum að Ísrael sé leiðarljós lýðræðis í þessum heimsluta, hann er ekki vegna þess að þeir hafa ekki áhuga á lýðræðinu lengur. Það er flóknara fyrir Evrópuþjóðurnar að vera í bandalagi með Bandaríkjunum þegar að Bandaríkin vilja raunverulega ekki verið í bandalagi með Evrópu, efast bara stefnuna sem að þar ríkir, sjá vonar neistan í uppgangi þjóðurnisflokka og eru þar landið segja að við ætlum að vera bara á sama hátt í gagnvart Evrópu og við erum inn í Bandaríkjunum. Við ætlum bara að vera vinir þeirra sem eru vinir okkar, sem eru þá bara flokkar sem ofta var kannski svona 30% fylgi í Evrópulöndunum og þeir ætla að vinna með þeim. Það er vonin að Evrópa nái sér en þeir eru með svona efasemdur að þessi þetta stóla á Evrópu sem bandamann segja meiri segja að stefna sig þannig að innan 20 ára verði mörg af þessum löndum komin í, hvað heitir það, siðferðislegt hrun, þannig að það sé ekki hægt að stóla á það sem bandamenn. Þetta er náttúrulega fyrir Evrópuþjóðurnar, segjum bara eins og íslensk stjórnvöld, þá er þetta svolítið flókið að meta það hvers konar er hægt að vera í bandalagi með svona ríki og hvernig hegða maður sér gagnvart þeim sem er ekki bara sættast ekki við þá niðurstu sem kemur hér út úr kosningum og þú stefna sem er hér mótuð, heldur vill sérstaklega mynda bandalag með þá flokka sem þeir telja að séu svona líkar í makarhefingunni. Sko, gleymu því ekki að Trump er mjög hefnigjarn maður og hann er mjög lítil sál. hann er svona, ég er að reyna að leita rétt orðlænu en hann er óbóðslega, hann haga sér eins og barn þessi maður, það er alveg klárt mál og það sem að ég held að þessi stóri Evrópukafli snýst svolítið mikið það að þegar að Trump var forseti í fyrra skiptið og þegar hann fór þá voru það evrópskir leiðtogar sem gerðu stanslaust grín á honum og töluðu alveg svakalega niður til hans. Þannig að mér finnst hann vera í einhverju svona hefndar hug og þú veist, hann hatar þessa leiðtoga í Evrópu vegna þess að það er bara staðreynd að það var Evrópa gerði mjög mikið grín á Trump og þetta er bara hendar margt að þessu er eitthvað í hendarskinni. En hann hefur haldið áfram að vera viðtal sem var í Politico sem birtist þarna í gær eða fyrrdag þar sem að hann eiginlega gefur í með þetta að leiðtogar Evrópu séu eiginlega bara fíbl. Já, og þannig að þú veist að það að ætla að sko tala þetta sem einhverja svona sensible stefnu þegar hún byggist bara rosalega mikið á Trump sjálfum frekar en að þetta sé eitthvað svona langstíma coherent strategy, það er bara, þú veist, þá er fólk ekki búið að lesa þetta með réttur linsunni, sko, því að annað í þessu, sko, þegar ég horfi á heiminn og svona hætturnar sem að steðja á okkur, þá er það gervigreind, það er loftslagsváin, skilurðu, og það er ekkert Ameríka er bara búin að stimpla sig út úr þessu og það sem við verðum að muna er það, hvað er Trump búin að vera að gera heima fyrir? Hann er búin að vera að veita svakalegt vald til dæmis tæknifyrirtækja sem tengjast núna inn í hergagnareinaðin hjá þeim. Þannig að sko, ég held að sko, það er allt í einu orðið þannig að Bandaríkin eru mögulega orðin, sko, ef við ætlum að gefa út einhverja evrópska öryggisstefnu, hvernig myndi hún snúa að Bandaríkjanum? Bandaríkin væru þá klárlega orðin allt í einu frekar óvinvætt land gagnvart Evrópu.
og stór hættulegt raunverulega vegna þess að samþjöppun auðs og tæknifyrirtækja og hergagnaiðnaðarins í Bandaríkjunum rosalegt bara áhyggjumál. Og sko það sem hann að gera heima hjá sér, það sem hann að færa alveg súper mikið af pening yfir til bara í þessum skattaívilnunum og allt þetta, að það sem að hann að veita öllum þessum billjónerum, milljarðamæðingurum heima fyrir, miklu meira vald, miklu meiri pening, að það sko átti á því að Evrópusambandið, til dæmis þegar kemur að svona Google og Microsoft og þessum tæknirisum, með ákveðna löggjöf sem stendur svolítið í veginum fyrir því að þessi fyrirtæki geti vaðið uppi eins og þau gera til dæmis í Bandaríkjunum. Þannig að hans sýn á Evrópusambandið sem stoppar af ákveðnar vörur sem eru fullar af einhverju ógeði skiljuru frá Bandaríkjunum, matur, fullar af einhverjum viðbjóði sem sprautað inn í dýrun, ég veit ekki. Allar þessar hindranir eitthvað sem að hann vill náttúrulega losna við og hann búinn að setja gríðarlega pressu á bresk stjórnvöld til dæmis að leyfa allskyns, ég meina þegar Bretar fengu 10% tolla á sig en ekki, 35% eins og Sviss eða hvað hann var, að þá var það ekkit ódýrt, skiljur. Þeir þurftu að taka í burtu ákveðnar hindranir fyrir amerískar vörur. Þannig að við skulum átta okkur að sko Evrópa, Trump vill náttúrulega bara sjá þessa flokka eins og Farage og AfD og þetta komast til valda vegna þess að þeir munu ryðja úr veginum öll þessu regluverki sem stendur í veg fyrir business. Það getur verið að það sé svona pólitíska strategían að hann að vinna fyrir stórfyrirtækin í Bandaríkjunum og það Evrópusambandið sem stendur í vegi fyrir því að tæknifyrirtækin til dæmis geti vaðið þar yfir allt. Leiðin sem hann sér út úr þessu að nota eins og hann hafi sjálfur komst til valda sömuleyti með því að magna upp svona útlendingaandúð og óttaka hvað innflytjendum. Hann sér að það fyrirbrigði til í Evrópu, þannig ef að þessi flokkar komast til valda með þeim tækjum að þá getur þeir orðið svona tæki fyrir Bandaríkin til þess að fella burtu allar hömlur á bandarísk stórfyrirtæki og þá verða mínir menn ríkir, hugsar Trump. En sko, að því við erum að tala normaliseringu og hvað raunsætt í þessu. Hvað raunsætt í þessu mati Trump á styrkleika Bandaríkjanna gagnvart Evrópu? Við veitum allt sko hernaðlegan styrk og hversu Evrópa var háð hernaðlega. En þannig erum við komin að tala miklu fleiri hluti. Við erum að tala pólitík og við erum að tala efnahagslegan styrk og við erum að tala framleiðni per vinnustund og efnahagslega getu og eitthvað fleira. Ekki í þessu líka eitthvað svona furðulegt ofmat á Bandaríkjunum og vanmat á Evrópu? Sko, þeir hafa nú verið, við skulum gera okkur grein fyrir því að hver Evrópuleiðtoginn að fætur öðrum hefur hreinlega bara lagst, fyrir framan Trump og sleikt stígvélin, sko. Ég meina, við skulum átta okkur því. Þannig að hann bara búinn að komast upp með það og þannig að plaggið endurspeglar bara þessa maglomaníu sem að maðurinn hefur. En það bara því miður hafa Evrópuleiðtogar bara gert nánast allt sem að Trump hefur farið fram á, það hafa þeir gert. Og hvort þeir fara núna eitthvað að spyrna við fótunum. Sko, við skulum átta okkur því að Ameríka hætt að borga núna inn í stríðið í Úkraínu. Það kemur ekki króna eða dollar frá þeim. Og það gæti leyst úr læðingi einhverja breytingu hjá Evrópu en það náttúrulega ennþá samt þetta NATO fyrirbrigði sem að þeir ríghalda í, sko, að án Bandaríkjanna NATO ekkert, þú veist. Þó að Evrópuríkin fara að borga meira og meira í NATO, nú Evrópuríkin að keppast við það að fylla í að brúa bilið, það sem að Bandaríkin eru ekki lengur að borga í Úkraínu, það eru Evrópubúarnir að taka á sig. Spurningin hvort að með því að Bandaríkin hreinlega stimpli sig út úr Evrópu að standa svolítið meira í hárinu á Trump, það gæti verið. En við skulum líka muna það að þeir voru skítræddir við tollana. Þú veist, ég meina Evrópusambandið, þetta var hræðilegur dýll sem hún von der Leyen, þú veist, skrifaði undir vegna þess að þeir fundu sér bara tilneita til þess að skrifa undir vegna þess að því miður það bara þannig að við erum ennþá greinilega sem álfa mjög háð bandarískum útflutningi og viðskiptum og þar sko, hann með það, tollabandalagið,
hann með tollaspilið sko. Ég held að sko viðskipti Evrópu við Bandaríkin sé ekki svo veigamikil að það var ekki það sem hræddi Evrópu. Það var fyrst og fremst hernaðarlegu mátturinn, sérstaklega vegna Úkraínustríðsins, ótti við það að Bandaríkin myndu draga sér tilbaka og Evrópa yrði skilin eftir varnarlaus og þess vegna sætti Evrópa sig við hvað sem er. Nú þegar yfirlýsingin er komin að þeir ætla ekki að leggja dollar í Úkraínustríðið, eru svona að draga sig út úr Evrópu, að þá þarf Evrópa, það er ekki tilgangur í að vera að kissa þetta stígvéli lengur, þannig að þá verður Evrópa að móta sína eigin stefnu og það er út frá kannski því sem ég verður að spurja hvort að þarna liggi ekki eitthvað svona vanmat á efnahagslegri getu Evrópu til þess að bara svara Bandaríkjunum. Eða er það kannski bara pólitískt að því að Evrópa hefur ekki svarað Bandaríkjunum í nokkuð tíman, að þá er þeim kannski ófært að gera það, ég veit ekki hvort það sé vandamálið. Það vantar alltaf bara sterka leiðtoga í Evrópu, þú veist, og ég held að allir leiðtogarnir séu undir mjög mikill pressu heima fyrir bara einmitt gagnvart þessum hægri flokkum sko, þessum ultrahægri. Þannig að þú veist, ég get ekki séð að Evrópu verða eitthvað mjög samstíga í því að vera með einhvað svaka move gegn Trump. Þannig að ég held að menn bara voni að þetta, þú veist, þeir eru bara að bíða þessi 3 ár lífi sko og þangað til að fá einhvern demokratan inn aftur sko. En eitt sem er mjög merkilegt með svona strategíur, veist, að því ég nú búin að ég vinn við að hjálpa stundum ríkjum að móta svona strategíur og það er reyndar mjög fá lönd í Afríku sem eru með svona eitthvað security strategies. En til dæmis þú horfir á security strategies, þessi ameríska leið, hún horfir alltaf út á við, þú veist. En öryggisstefna, þú veist, ætti í rauninni að horfa líka inn á við. Hverjar eru hætturnar inn á við? Það er ótrúlega merkilegt að það er ekkert talað eitthvað nema bara, þú veist, migration is over. Það er eina sem er identified, sem er settur einhver svona, það er talað að þetta sé bara búið núna. Það er ekki lengur sem er hægt að koma inn þetta flóða af innflytjendum, þetta er bara búið. En þú veist þessi öryggisstefna hans Trumps, hún skoðar ekkert, það er ekkert minnst á inn á við. Og hætturnar til dæmis inn í Bandaríkjunum eru, því minna það, þú veist, við vitum, en þeir greinlega leggja ekkert upp úr því, að það er hvort sem það er einhver svona dauði vegna skotvopna eða bara þessi skautun í amerísku samfélagi sem er raunveruleg, þú veist. Það er gríðarleg skautun og það er mjög mikil óánægja með, ég meina 50% af landinu, það bara er mjög óánægt að sjálfsögðu með Trump, en þetta er svona 50-50 hérna í Bandaríkjunum, það er ekkert allir hlyttir þessu brjálæði. Þannig að sko, til dæmis, með minnir Austurríki, svona, þú veist, stefna sem horfir miklu meira inn á við, þú veist, að þú ert að tryggja öryggi borgara þinna. Og þannig að en þetta er rosalega svona aggressív út af við stefna, sem verður algjörlega vettu í eitthvað sem er innanlands og svo er annað sko að því að Austurríki til dæmis lagði mjög mikið upp úr sinni einstefnu að það var að tala velferð borgarana, þú veist. En Bandaríkin eru, þú veist, það eina skipti sem þið minnast á, sem er eins og það sé verið að afgreiða þetta bara svona just in case og engin meining með þessu, þegar að tala American workers í einni málsgrein. Þú veist, það er ekkert í þessari stefnu í rauninni sem að síðan fara þær bara að tala eitthvað allt annað. Þetta er ég hef átt að skrifa þetta niður sko, en þetta er á einum stað sem er eitthvað talað að þeir þurfi að þessi stefna sé fyrir sko American workers. Þú veist, sem er alltaf bara klárlega algjört bullshit. Ég meina Trump rekur efnahagsstefnu sem að gera ríkari sko og er að gera fátækari. En kenningin hans sem hann er með á lofti er að tollarnir muni renna stoðum undir amerískan iðnað og síðan í þessum samningum þar sem hann semur það að lækka 50% tollnir í 30% að þá fylgir oft loforð viðkomandi ríki sem að fjárfesta í Bandaríkjunum og hann kemur heim og tilkynni það að sé á leiðinni, ég man ekki hvað talan orðin há hjá hann núna, þetta sé bara $7 trillion eitthvað, þetta er svo stærðfræðileg upphæð að þetta er stórleiti innihaldslaus loforð en svona stefnan hans í orðikveðnu snýst það að renna stoðum undir góð bandarísk störf og þar með lífsafkomu meginþorra almennings.
Já, en hann fylgir því síðan ekki með einhverjum öðrum stefnum. Það er bara eins og skattarnir einur og sér, skattastefnan ein og sér eigi bara að afgreiða þetta og þetta verði bara eitthvað automatíst sem hann er að gera til þess að þú veist, lyfta upp samfélagunum sem þurfa á því að halda í röstbeltinu og svo framvegis. Það er ekki þannig. Þannig að þetta er mjög yfirborðskennt og svo sko er bara já, við verðum kannski að taka okkur smá högg sko. Það var nú sagt sko í byrjun þegar vörur fóru að hækka náttúrulega, því það er allt búið til í Kína og þannig að þeir hafi í rauninni ekki geta þessi aggressjón gegn Kína, þeir geta ekki haldið henn úti, ekki eins og komið er, vegna það tekur tíma að byggja upp allt þetta industrí aftur í Bandaríkjunum, það tekur einhvern heilan áratug, skilurðu. Þannig að hann gæti farið sko. Það er kannski ástæða fyrir því að mörgum fannst stefnan raunverulega vera minna herska á gagnvart Kína heldur en að fólk reiknaði með. Það er nefnilega akkurat málið. Það er akkurat málið vegna þess að stefna Trumps 2016. Heyrðu, þú veist, ég meina við erum bara að tala um dúk og disk, sko. Þetta er bara allt annað. Hvað segir maður? Þetta er bara ekki dúk og disk, hvað er það sem ég er að leita? Þetta er íslenskt, gott. Ég er svo erfitt að vinna svona. Þetta er gerólíkt. Þetta er gerólíkt, en þú veist málið, þetta er bara eins og tvær persónur, skilur við. Já, epli og appelsína, takk fyrir. Takk fyrir. Sko, þetta eru tvær persónur vegna þess að 2016, þá kemur hann með þessi stefnu sem að í rauninni er mjög konservatív, hún er mjög konservatív. Eftir að Obama var svona meira með öðruvísi stefnu sem var svona meira byggðist á samvinnu, þú veist, Obama var mikið samvinnu og alþjóðastofnun og allt þetta. En Trump kemur svona með, þú veist, mjög konservatíva öryggisstefnu og hann hefur nú aldrei verið hrifinn af Sameinuðu þjóðunum, en það voru samt sömu óvinirnir innan gæsalappi, ég meina það var Kína helsta ógnin sko, ég veit ekki hvort þú manst eftir að Norður Kórea var aðalmálið sko. Þú veist, hann var alveg bara obsessed yfir Norður Kóreubúum og þess að írónían er að síðan þá hafa Kóreubúar í rauninni sko, þeir eru meira kjarnavopnum heldur en þeir átti þá, en allt í einu eru Norður Kóreumenn ekki ógn. Þannig að þú veist, það er ekkert consistency í þessu hjá honum. Það er bara ekki consistency og hann þetta er náttúrulega auðvitað allt sem að snýst transactional, þetta er að víla og díla, en eitt með Afríku, ég átti samræður við nokkra aðila í Sómalíu og ég veit ekki hvort að þú heyrt þetta eða fylgst með þessu en Trump hefur verið rosalega brútal út í Sómalana sem búa í Bandaríkjunum. Þeir eru flestir í Minnesota, þeir eru 80.000 þar. Það er bara ónýtt fólk sem að komið frá ónýttu landi og þeir bara fara heim til sín og vera þar. Já, þetta er hræðilegt að tala svona ákveðin hóp sko og margir mjög sárir, eðlilega. En fyrir utan það hann náttúrulega lengur búin að loka á, þú veist, fólk komið frá mörgum múslimlöndum, það var hann lengur búin að gera, þú veist, þannig að það er ekki eins og Sómalirnir séu að koma þarna í einhverjum stórum hópum sko til Bandaríkjanna, en það er þetta 80.000 manna samfélagi í Minnesota og hann talar þetta sko, það var þarna einhverjir tveir Sómalar sem skutu held í lögreglumenni þetta, þú veist, þannig að þarna byrjaði þetta nú reyndar, en þetta var líka persónulegt gagnvart konu sem situr á þingi fyrir demokrataflokkinn, Ilhan Omar sem er Sómali og hún er mjög opinská hvernig henni finnst Trump og þannig að hann hefur alveg sérstaka, hann bara hatar hana sko þú veist og ber út á hverjum einasta blaðamannafundi að hún hafi komið á fölsum forsötu til Bandaríkjanna, hafi sviðsett giftingu við bróður sinn og það menni verið afhjúpað og henni verið hent úr landi. Þetta er hann að segja næstu í svona, ég segi ekki hverju fundi, svona öðrum til þriðja hverjum blaðamannafundi sem er náttúrulega einn á dag að lágmarki. Nákvæmlega, þannig að þetta er persónulegt gagnvart Sómalunum orðið, en svo er nefnilega svo erfitt að í sama tíma í Sómalíu, þá náttúrulega, þú veist, Kanadnir sem eru að vinna í Sómalíu eru náttúrulega bara, þú veist, þeir eru miður sín yfir þessu vegna þess að þeir þurfa að sitja með stjórnvöldum í Sómalíu. Stjórnvöld í Sómalíu þurfa að vera rosalega praktísk og segja bara ekki neitt, vegna þess að þeir vita það, þeir eru að reiða á ameríska hjálp varðandi að berjast við Al-Shabaab
Og það hefur orðið umsnúningur í því að berjast við Al-Shabaab nýlega vegna þess að Bandaríkin stigu svolítið frá í síðustu tíð Trumps. Þá dró hann herlið út úr Sómalíu og sem kom öllum rosalega óvart. Núna allt í einu þá er hann involveraður og eins og ég segi það var Special Ops í Puntlandi sem voru teknir einhverju ISIS-gæjar og þetta involveraði man on the ground frá úr bandaríska hernum. Þannig að Sómalarnir segja bara ekki neitt til láta bara þetta yfir sig ganga og ég held að það sé svolítið mikið gegnum gangandi með Afríkuþjóðirnar sem að sjá kannski pínulítið tækifæri í því að það sé þá ekki verið að reyna að breyta þeirra kultúral elementi heldur sé þetta orðið meira svona samstarf, hvort sem það hernaðarlegt eða með möguleika á því að gefa Bandaríkjamönnum access af einhverjum námum og þetta verði svona viðskiptasamband vegna þess að ég meina ég hef starfað mjög lengi í Afríku og það var náttúrulega alltaf þessi krafa mannréttindi og krafa breytingar inn í samfélagunum og það sama með Mið-Austurlönd. Ég held að það sé mjög marg lönd í Mið-Austurlöndi sem eru grútfegin því að Bandaríkin segjast að vera hætt þessum, þú veist, að skipta sér að en á sama tíma að þá eru Bandaríkin eins og ég segi að fara að skipta sér af Evrópu og fara að skipta sér af Suður-Ameríku. Já. Svona við reynum að meta hvernig á að taka þessu, þá sumt þarna var að einhver leyti fyrir séð aukin áhersla á Ameríkurnar. Stefna Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum var löngu orðin gjaldþrota og hvort sem að þessi stefna sé skárri eða eitthvað, það var ljóst að hin yrði ekki áfram. Það var ljóst að Bandaríkjamenn voru á leiðin út úr Evrópu og suminiti mætti orða þannig að þegar NATO fyrir kannski 30-40 árum að þá skaffaði bandaríski herinn vend fyrir Evrópubúa sem voru jafnt margir og Bandaríkjamenn með stækkun NATO og þá voru helmingi fleiri Bandaríkjamenn og endan þá náttúrulega hlaut að gerast að Bandaríkjamenn hafa bara ekki bolmagnin til þess að skaffa þetta og það hefur verið nokkur ára tíma hafa Bandaríkjamenn verið að benda Evrópu að þeir verið að taka á sig þess ábyrgð vegna þess að þetta dæmi gengur ekki upp. Það búið að vera að vita með Trump að hann metur samskipti við Rússlands meira heldur en það hverjir eiga Donbass í Úkraínu, hann finnst það bara engum máli skipta. Hún þurfa að vera mjög mikilvægt að ná Rússlandi til sín stundum það rökstutt með því að þú getur ekki, Bandaríkjamenn geta ekki hort upp á það að Rússar fari í faðminn á Kínverjum, þess vegna verða að búa til sérstakt samband við Rússlands til þess að forða það að Kínverjarnir verði þess stærri. Þannig að það svona margt í þessu sem var kannski fyrir séð. Hvernig þetta framsett að þá kemur þessi svona brútalismi Trump og dónaskapur sem náttúrulega bara flæða yfir heimsbyggðina og byrja að hafa áhrif á stjórnmál út allt. Kannski kemur það okkur óvart. Síðan það þarna spurning, eigum við að taka mark á þessu? Og hverju eigum við að taka mark á þessu? Ég hef tekið eftir því að sumstaðar í Evrópu eru menn að reyna að ráða í frumvörp sem að liggja fyrir þinginu fjárveitinga til hersins og þar ekki að merkja þessi mikill samdráttur til herja í Evrópu og svona líka svona herfræðingar að segja að það ekki líklegt að þetta þýði það að verði stórir flutningar á bandarískum hermönnum út úr Evrópu. Það ekki alveg að sjá þannig að sumir eru menn að segja að þetta bara eitthvað gaspur sem notað þarna í makarhefingunni, líklega til innanlandsbrúks eða eitthvað eða ég meina kannski þarf bara Trump að fá útrás fyrir móðgunagirni sína sem þú varst að nefna áðan. Hann náttúrulega sár móðgar út í þessa Evrópuleitu og langar til þess að tala yfir hausamótunum á þeim. Þannig að einhver leit þetta bara svona pólitískt innanlandsgagg sem notað og hefur ekkert gildi. Þannig að við skulum kannski sjá til hvernig stjórnmálið þróast í Bandaríkjunum, kannski skánaði einhver leiti sagan segir okkur það að ef demókratar koma við völd þá ekkert líklegt að þeir breyti aftur stefnin í Mið-Austurlöndum eða við Ameríkurnar eða það að Bandaríkjunum séu hægt og bítandi að fara út úr Evrópu. Það ekkert von á einhverjum stórvægilegu breytingu þótt að sé kannski von á því að Bandaríkjamenn tala ekki af sömu stjórnlausu fyrirlitningunni gagnvart Evrópu eins og Trump gerir. En þannig að ég er svona að stilla þessu upp svona þess að mér að draga saman hvernig umræðan hefur verið. Þessum menn að veltaði fyrir sér hvað eigum við að gera við þetta? Þetta náttúrulega sérstakt plagg. Þú eru aldrei séð svona áður. Svona sendingu frá stjórnvöldum í Bandaríkjana til Evrópu. Þú eru aldrei séð þetta. Nei og þess að segja það einhvern veginn búið að normalisera brjálæðið. Þú veist það sem verið að fjalla þetta plagg eins og þetta sé eitthvað svakalegt analysis og strategi á bakvið þetta því þetta svo mótsagnakennt og eins og ég segi fullt af lygum hreinlega bara þú veist í byrjun plaggsins þegar þeir fara að tala ágæti Trumps og það þessi maglomania í
þetta eins og þetta sé skrifað af, þú veist, gamla forseta Turkmenistans, skilurðu mig, þú veist, þetta þannig, og þegar þú ert með sko Pete Hegseth og þú veist, þetta sé þáttur í Borat, þetta bara þannig, sko, en þannig að sko, en plaggið í rauninni endurspeglar bara hvernig Trump stjórnar, skilurðu. Þannig að það þá allavega kannski smá consistency í því að þetta endurspeglar brjálæðið sem þetta er. Ok, þú veist, ég reyna svona að spá í einmitt eins og þú segir, hefur þetta einhver áhrif, þú veist, skiptir þetta einhverju máli, sko, gríman fallin, það það sem að mér finnst bara vera svona, þetta orðið meira honest, við vitum alveg hvernig CIA og hvernig Bandaríkin hafa hagað sér jafnvel undir Obama, skilur, sem að, sko, með dróna árásir út allar trissur. Þannig að, og þessi neokolónialismi Bandaríkjanna, það eitt í þessu sem ég finnst nefnilega svo magnað, sko. Það þarna pínulítill kafli Afríku. Og að því þeir tala til dæmis access af sjálfgæfum málmum og eitthvað svona, þú veist, sem eitthvað svona strategic element. Þess vegna finnst mér svo fyndið að þetta sko, það pínulítill kafli Afríku. Hverjir eru stærstir orðnir í Afríku? Það Kína. Kína á orðið allt eða hefur aðgang nánast í allt í allri Afríku og við skulum nota bene átt okkur því Afríka ein ríkasta álfan í heimi hvað varðar, hvað sem það eru málmar og fleira þannig að þetta að sko að sjá ekki, þeir eru algjörlega búin að færa viðskipta hagsmuni sína samkvæmt þessu plaggi, reynum að rýna í þeir nenni ekki Afríku Miðausturlönd bara, þeir nenni ekki einhverju strís, þú veist, þeir nenna því ekki, þeir þurfa ekki olíunni lengur að halda, þannig að þetta svona irrelevant svæði fyrir þá, sem kannski alveg ágætis greining fyrir þá, skilurðu, en það sem að, þú veist, þeir virðast vera að horfa miklu meira til markaðana í Austur-Asíu og þannig að það svona, einhver svona, það svona smá pæling sko að það þetta ekki orðið svo að Kína sé lengur eitthvað svona óvinnur en þeir greinilega hugsa svolítið mikið sko með að nú allt í einu orðið Indó eða þess að Asia kann var náttúrulega daginn sko og ferðast þarna Suðaustur-Asíu og Austur-Asíu að það miklu meiri áhersla á það svæði út frá svona markaðstækifærum því eins og ég segi Afríka þú veist liggur við 2-3 málsgreinar sko bara ágreitt. Það 3 málsgreinar síðan þetta á síðunni, þetta bara rétt í lokin eins og hvað við glimt Afríku. Já, þetta er litrum eins og þetta sé potað þarna undir og með ekki gleyma Afríku. En það finnst mér vera nefnilega svo merkilegt faux pas vegna þess að hvaðan eru allir innflytjendur að koma til Evrópu til dæmis. Ef Evrópa að vera svona svakalega mikið umhyggju efni Trumps, það að koma frá Afríku, meira eða minna, eitthvað frá náttúrulega Afganistan og Pakistan, Palestínu, en þú veist, þannig að mér finnst ekki, analýseringin, þetta er superficial analýsering á þessu finnst mér og mér finnst einhvern veginn sko þegar við erum að tala raunverulegar hættur sem að geti orðið þjóðarógn fyrir Bandaríkin, þá finnst mér sko svo merkilegt með þetta að snúa aftur til dæmis til Suður-Ameríku að þeir í rauninni fara bara að halda úti kannski þá sömu hræðilegu stefnunni sem þeir voru alltaf að gera, sem ástæðan fyrir að Suður-Ameríka í rusli. Það út af því að Ameríkanar hafi verið að íhlutast í hvert einasta skipti sem hún færði einhvern mann inn eða konu, það yfirleitt menn á þeim tíma, sem hafa verið svona eitthvað vinstrisinnaðir og ætlaði að gera eitthvað gott fyrir fólkið sitt, þá voru búin að strax steypa þeim á stóli. Og nú það nákvæmlega að fara að gerast, ég ekki að segja að Maduro sé einhvern góðu gæi, þú veist, við vitum alveg að Venezuela complicated dæmi sko, en þú veist, þeir eru að búa til, þetta bara wag the dog, það bara verið að búa til eitthvað fentanólstríð að meðan þeir greinilega skítsama kókaín og þú veist, skilur það ekki heil brú í þessu. Þannig að stefnan þeirra sem að þeir eru að setja þarna fram í þessu plaggi og bara það sem heyri frá þeim, hún stjórnast ekki af neinum eðlilegum analýseringum það og viljir bæta viðskiptahagsmuni í álfunni til þess að koma í veg fyrir, til þess að byggja þau lönd upp sem myndi þá leiða til þess automatist að þeir myndi ekki fá þetta flóð af öllu þessu fólki að koma til Ameríku. En þeir hugsa ekkert það ekkert orsök, skilur, það ekkert hugsað rót vandans. Kannski það vandinn að þetta samið
til þess að reyna að búa til einhverja heila brú í utanríkisstefnu Donald Trump sem að byggir ekki á einhverju stefnu eða framtíðarsýn, heldur eru oft bara viðbrögð frá degi til dags við einhverjum tilteknum viðbrögðum og það eru einhverju grey menn sem er hann á bakvið en að reyna að tjasla þessu saman í einhverju heilstæða stefnu. En ég var að hlusta á Krugman hérna að tala um þetta. Já. Og hann nefndi að það sem þú varst að tala um með Suður-Ameríku, að þarna þessi komin bara aftur línan sem áður var að það er hérna American Fruit Company, að vegna þess að það er mikil áhersla lögð á að ekki bara hernaðarlega yfirburði eða pólitíska yfirburði, heldur svona viðskiptalega yfirburði að Bandaríkin munu nýta auðlindir og sjaldgæfa málma og eitthvað fleira sem eru á vesturhveli. Og sömulega að þetta er svo business orientelar. Hann nefndi hérna bandaríska fyrirtækið, þess að voru þessi lönd kölluð hérna bananalýðveldi. Já. Og svo segir hann eiginlega að hugmyndin virðist vera svo sama að gera það með Bandaríkjunum því að það er áherslan á sko tæknirisana og fleira sem Evrópusambandið stendur í vegi fyrir og það virðist ekki vera, það virðist vera að hugmyndin sé eitthvað sambarleg stefna að tæknirisarnir eigi að vera eins og hérna American Fruit Company var á sínum tíma og stjórnvöld eigi síðan að tryggja hagsmuni tæknirisana í Evrópu og í Suður-Ameríku. Þetta sagði hann. Svo sagði hann annað Krugman að því hann er skemmtilegur haus. Já. Svo var hann að segja að ef maður er að reyna að skilja þetta, að þá virðist þetta vera þannig að hérna, Bandaríkin eru ekki lengur eina stórveldið sem ætlar að vera með löggæslu út um allan heim. Heldur ætlar að draga sér tilbaka á vesturhveli og þeir ætla ekki að verða heimsveldi, heldur ætla bara að verða svona regional heimsveldi. Og þeir gefa raunverulega Kína og sömuleyti Rússlandi eftir að verða það á sínum svæðum. Og hann segir einhvern veginn, mér finnst þetta svo stór breyting að ég bara eiginlega trúi þess ekki þegar ég les það. Að þetta sé hugmyndin. Já. En kannski er þetta, eins og ég var að lýsa á þann, bara vandræði þeirra sem er að semja þessa skýrslu við að reyna að láta einhverja lógík vera á bakvið svona skyndilegum ákvörðunum og skoðana skiptum sem að Trump er alltaf í. Já, ég held að þetta eins og þú segir sko, ég vilja fyrir að skrifa þessa skýrslu. En það sem að mér finnst svo athyglisvert þá, að ef þú ert í rauninni að sko, þú veist, promotera business, hvernig Trump gerir það er í gegnum bara líka við sko blackmail starfsemi. Og það er yfirleitt ekki góður business til lengdar, skilurðu. Þannig að þú veist að ég meina þetta er það sem Trump trúir að hann bara þú veist að hann talar um strength að þú veist peace through strength en friður Trumps er ekki réttlæti skilurðu heldur friður Trumps hann er bara það sem hann þú veist þrýstur þessu það er réttlæti hinn sterka það er eiginlega hans stefna svo að hinn sterki verður að nota afl sitt því annars er hann að eyðileggja samfélagið og heiminn þess vegna er það besta réttlæti að hinn sterki noti afl sitt til þess að fá sínu fram því að það sem að hinn sterki vill leggja áherslu á hlýtur að vera rétt því annars væri hann ekki það sterkur því að við mögum alls ekki opna þess vegna móti alþjóðastofnunum og fleira sem að eiga að gæta hag hinna smærri þess vegna móti því en þess vegna vill bara að réttur hinn sterka fá að ráða og þess vegna hann og Putin og Xi að ákveða hvernig heimurinn hefur það. Já, og það var náttúrulega svolítið þannig í kalda stríðstímanu að svo bara með dual polar sko, en það sem að Bandaríkin náttúrulega sko afleiðingar af kalda stríðinu verða svo í þessu bröltið þeirra í Miðausturlöndum og verða kulminera í þú veist 9/11 þú veist, þannig að sagan endurtekur sig bara, þú getur ekki farið fram með svona hræðilegum hætti sem stígur á svo marga án þess að komi aftur tilbaka í hausinn á þér. Þannig að ég held að þessi sko, ég veit ekki hvernig verður með bandarísk stjórnmál eftir 3 ár, hver kemst inn, hvort það verður áframhaldandi, veist, næst kannski J.D. Vance eða eitthvað jafnræðilegt sko. Spurningin, ég held að sko 3 ár kannski ekki svo langur tími en Jú, Helen, ég verði að skjóta hérna inn sko. Við erum ekki búið með 1 ár á Trump sko. Þannig að 3 ár verða mjög langur tími. Já, en það sem ég ætlaði að segja var sko að Bandaríkin bara síðust árum búin að vera að missa sitt pólitíska vald í heiminum. En þessi skýrsla, hún ekki tilbúin til þess að horfast í augu við að staða Bandaríkjanna hefur reyndar
þrátt fyrir, þú veist, þú veist, við erum oft svo rosalega busy að það er svo mikið háaði og hann er svo duglegur með það, hann Trump, að búa til einhvern háaða. En það sem er að gerast er það að Kína er að taka yfir Afríku, BRICS-löndin er að stækka og þeirra viðskiptanir, Kína er að fara að taka fram úr, hvað var það tækni framfarir og í renewable enables og allt þetta. Það er það sem er að gerast. Og þetta eru svona eins og þetta sé, þú veist, hegemónið, þetta er svona, þú veist, Kalígúla heimsveldið er að falla og þetta er svona síðustu hnefahöggin, skilur við. Þannig líður mér svolítið með þetta, sko. Og Trump virðist ekki skilja stefnu Kínverja að leggja áherslu á endurnýjanlega orku sem að hann heldur þetta sé umhverfissjónarmið sem þetta er náttúrulega hluta til en að langstæstu hluta er þetta ákvörðun sem byggir á því að með endurnýjanlegri orku að hún verður alltaf ódýrari og ódýrari þannig að sá sem hann er forustu þar hann mun hafa forustu fram yfir ríkin sem ætla að treysta á kolefna orkuna. Sjáðu nú bara rafmagnsbílana, þetta er alltaf komið frá Kína núna. Þetta er orðnir frábærar ódýrir rafmagnsbílar og Bandaríkin er löngu búin að Tesla gleymdu því, sko. En Trump virðist telja að þessi stefna sé eiginlega öngstræti út af því hann hafnar nattræðinni hlýnun og öðru slíku og þess vegna heldur hann að Kína sé að beygja út af. Á meðan að Kína lítur svo á að þetta sé lykillinn að því. Það er sá sem að verður með flestur nýjungarnar í framtíðinni, hann mun verða sterkastur. Ekki sá sem að treystir á olíu. Akkurat. Og svo náttúrulega þetta að nefna hérna workers einmitt eins og einhver paragraf sem var hentan inn í bara just, þetta er svo greinlega meaningless þessi setning sko með the American workers. En ég er ansið hrædd það að ef að þetta er ekki skila sig heim í betri árferð fyrir makaliði að þá er ég voða hrædd að fólk muni snúast gegn honum. En sko það er undir demókrötunum núna komið að finna einhvern almennilega leiðtoga og demókratarnir eru bara sjálfur sér vestir, því miður. Þeir þurfa ekki endilega að gera mikið því að þeir voru nú bara að vinna í gær, bæjarstjóran í Miami, sem fyrsta skipti 30 ár. Já, það er alveg rétt. Það er bara út á andstöðu við Trump sem þeir vinna. Já, það sem ég ætlaði að segja sko er að mögulega er það þannig að það sem stoppar Trump og stoppar þetta brjálæði og stoppar til dæmis allan hennan stuðning við Ísrael og þjóðamorð að það verði bandarísk samfélag núna, það er bara sko út af æs og öllu því sem er að gerast, það er bara rosaleg tensjón í Bandaríkjunum í dag. Þannig að ég er ekkert viss að við erum eftir að sjá makahreyfinguna blómstra því ég held hún eigi bara ekki eftir að skila neinu til samfélagsins eins og þeir hafa lofað. Ég held að hafa lofað upp í erminn á sér. Já, eins og tilheyrir svolítið þessari stefnu. Ég held að ég er sama við þá flokka sem að Trump er að mæra að menn láta oft eins og þessi bara gefið að þeir muni bara halda áfram að vaksa. Ég held að það verði ekki í Evrópu. Nei, og enn síður sko með stuðningi frá Bandaríkjunum því þetta er náttúrulega þjóðveldis sinnaði flokkar og það er svolítið erfitt að sjá fyrir sig sko alþjóðarhreyfingu þjóðveldis sinnaðra flokka. Já, en svo líka til dæmis í Bretlandi lega Bandaríkjamenn fara að segja Bretunum fyrir hvað er að gera, þá er nú Bretunir yfirleitt gera þeir akkurat hið andstæða sko. Þannig að en bara það sem ég finnst þessu segi, bara svona til að enda þetta allavega frá mínum bæjardyrum séð, það er það sem ég finnst leiðilegast er hvað er búið að normalisera brjálæðið í Trump. Við erum farin að tala þetta eins og þetta sé einhver eðlilegur hlutur, rýna í þetta eins og það sé eitthvað svona eðlilegt á bak við þetta. Þetta er bara fólk sem er á einhverju maglómaníu, horfið á þessa gæja. Þetta eru snar brjálaði menn sem stjórna Ameríku í dag. Það er bara þannig. Ég horfði á ræðu Hexet, stríðsmálaráðherra í bókasafni Ronald Reagan. Jesús, já. Sástu það? Þetta er bara eins og þetta sé, eins og ég segi, þetta er bara eins og við séum komin til Norður-Kóreu, skilur við, þú veist. Ég held að hann hafi sagt Trump sko 14 sinnum í hverju setningu sko. Já, hann veit ekki missa jobbið sitt. Helen, gaman að tala við þig á aðvendunni. Við hefum náttúrulega verið að baka piparkökur. Kannski er ykkur að baka piparkökur sem er að hlusta á okkur. Ég fæ að heiman hangikjöt og við skerum út laufabrauð hér og það er svona haldið við hefðum. Nú, þú veit ekki engin inngilding þarna í breska siði? Nei, við erum bara... Við höldum í okkar menningu. Ok. Vonandi er ekki einhver faras sinni í nálatöku sem kvartar yfir hangilsið. Jú, ég er umkring þeim. Herðu, kannski heyrðust eitthvað fyrir jól, en ef ekki þá sé ég bara gleðileg jól. Sömuleiðis. Gaman að heyra þér. Já, sömuleiðis.
Herðum, við ætlum að halda áfram hérna, við ætlum að fara að tala um prófkjör ungs fólks í Reykjavík. Björn Þorláks kemur hérna eftir augnablik. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.